Já, kæru hlustendur, það hefur komið í ljós að ég mannlegur eftir allt saman. En einn skítan. Arnar hér, ég verð að viðurkenna það að framkemur í þessum þætti. Hvenær færðu almennilegt aðhald fyrir það? Í þessum þætti þá tala ég félagi sem heldur utan IKEA sem sko mikla garð og miklu borg og ég veit ekki hvað og hvað. Já. En rétt heiti Mikla Torg HF. Þannig að ég segi EHF líka einhver staðar og það er vist nóga eignarhaldsfélögum og svona í þessari umfjöllun þannig að það er ekki nema vona maður það er ekki nema vona rugglist á þessu öllu en ég vil biðjast innilegar afsökunar á því. Þú varst peppaður með nýju sónarmyndirnar út í bíl og hættu þessu Mikla Torg. Já, Gloria, heilsar ykkur hérna á þriðjudegi. Velkomin, Iddi og Addi, ef ekki bara byrja þetta? Jó, byrjum bara. Já. Ok, IKEA. IKEA er stofnað 1947. Herði, kæru hlustendur, já, verið velkomin að tækjunum. Þetta getur orðið klukkutíma þáttur. 1,5 kannski. Nei, ég held að við höldum þessu. Sko, ég fekk skilaboð daginn. Þetta verður hlaðinn þáttur, við erum allan að sammála því. Frá einum úr Baggalút. Já. Eftir þáttinn þann. Já, einmitt. Þið eru dauðir á næsta balli. Við skulum ekki láta okkur sjá okkur á balli með þeim. Það er nokkuð ljóst. Dauðir á næsta balli. Nei, ég held að ég sleppi nú, frendi minn þarna í Baggalút. Já. Fæ ég ekki einhvern svona hólpass á það? Þú verður kannski drepinn, þú talaði nú illa um það þetta. Já, ég lét á heyra það. Nei, en gaman. Það var nú til nýjirði, 1 baggi, það eru 100 milljónir. Við tölum 1 bagga. Já, það eru byrjað á því. Þeir voru að velta 1,5 bagga. Já, þá þarf ég kannski að fara að breyta hérna aðeins í skriptinu hjá mér. Hvað var þar? Kísukúlunar eða klessurnar? Ég hef nú verið að kalla þetta klessur. Klessur? Já. Akkurru? Bara svona eins og 100 klessur. Já. 100 milljónir. Ég geti þurft að breyta því núna þá bara í 1 bagga. 1 baggi, það eru 100 milljónir. Það er gaman að sko, það eru alltaf sífellt fleiri og fleiri farin að heyri okkur eftir þætti. Já, það er bara undantekningar lausn núna. Já, það eru hótanir og aðhald. Nei, það eru kannski ekki hótanir, það eru nú flestir ánæðir. Við höfum ekkert fengið neitt eitthvað svona alvöru, svona enga reiðan. Nei. Eftir þátt hjá okkur. Já, nei. Við erum enn að bíða til því. Við erum samt að leita okkur á lögfræðing fyrir komandi þætti og komandi skref. En herðu, við erum hérna að sjálfsögðu... Þú ert nú með kaþólsku trúna hérna og herðu þér eftir síðasta þátt. Sá þáttur kom út síðasta föstudag, ég geti lent illa í því. Ég fekk sko skilaboð á latinu frá páfanum sjálfum. Þeir eru dauðir eða mæti í Vatikanið. Æ, veistu, fólk bara má hlusta á þann þátt og veist, ég er alls ekki að reyna vera niðra. Gleymum þessu bara, ég skal spyrja spurningu sem ég hefði kannski átt að spyrja fyrir það. Ég er bara að útskýra af hverju mér finnst þetta vera fárulegt og ekki heima í nútíma samfélagi. Skilji. Það sem má heima í nútíma samfélagi. Ég ætlaði að spyrja, ég sá þetta í bíl hérna fyrir utan. Bíl fullur af sónarmyndum. Ert þú að safna sónarmyndum með það? Búin að vera að kollekta þetta núna síðustu helgar bara. Já, ég heyrði það frá strákunum á nesinu. Ertu eitthvað rugglaður? Að þú, núna á nýja heimilinu, það eru rammar keyptir í IKEA og svo eru sónarmyndir frá öllum strákunum í stofunni. Nei, ég veit ekki hvaða bíl þú varst að hérna... Þetta á bílum þig, ég er alveg viss um það, sko. Þú ert að safna sónarmyndum. Já. Það er svona frekar skrítin árátta. Já, nei, þetta ert ekkert af því. Það var annar bíl. Það var einhver annar bíl. Hann er Daniel Tors. Já, en við erum hérna með keldunni. Já. Hvað hefur gott að segja um kelduna núna? Allt mjög gott. Það er stutt tilkynning. Ég held að það sé unconfirmed, en Kitty og Lens. Já. Við erum að tala um það að við ætlum að hafa kveikja á kerti í lok borgartónsins í lok mánaðar. Já, einmitt. Fyrir alla leikendur á fjármálamarka á Íslandi sem er ekki ennþá konum með Kodiak. Já, guð blessi þá. Sko, fyrir okkur netbankakúrikana sem komist í áskriftina, við erum í toppmálum. Já. En ef þú ert að vinna sem greinandi, sjóðastýringu, ekki með Kodiak, við ætlum að kveikja á kerti fyrir þér. Bara guð blessi þig. Bara biðjum ykkur að gera ykkur. Að vera á markaði án Kodiak. Þetta verður lok mánaðar. Einmitt. En sömuleiðis þeir eru farin að þekkja þetta keldan bara miðstöð fjármála yfirlits á Íslandi. Já. Það er engin sem fer bara með tærna þar sem þau eru með hælana. Það er bara gjaldeyri, verðbréf, hlutabréf, skuldabréf og allur pakkinn, sömuleiðis nýjustu fréttagáttin hérna. Já, akkurat. Bara helviti þægilegt tól
endilega kíkja inn á þetta svona 40 sinum á dag eins og ég aðduði ytti. Og bara allir aðrir. Já. Bara keldan, þetta miðstöð. Sömulegis Dominos líka, það 3. í dag. Við höfum rætt þetta þessar kjöraðstæður við að hlusta þáttinn. Það að íta pásu núna. Já, panta sér pítsu í appinu. Já. Vask upp hvað? Það var ekki einhver að vaska upp pítsakassana, einhver vinur þinn? Já, nei, þú þarft ekki að vaska upp ef þú farið í Dominos. Já, það var þannig. Þannig að pantiði bara núna og íta svo aftur á play. Ekki umhverfisvænt að vaska upp pítsakassana? Nei, það held ég ekki. Nei. Ég held að þessi umhverfisvænt að fara með þá bara í pappatunnuðar. Já. Það ekki? Jú, sennilega. Ekkert vera að vaska þær upp, en við þökkum Dominos kærlega fyrir. Ég held að það sé líka umhverfisvænt að panta heimsendingu. Þeir eru með svona optimization þeir fylla bílinn og fara út. Já, og svo eru þeir með rafmagnsbíla líka. Já, eða ætlaði að spara kolumnsporið. Pantiði bara. Hætti að sækja. Miklu betra að panta. Heimsendingu. Já, heimsendingu. Algjörlega. Ég er þar. Yes, herðu, IKEA. Ég eiginlega verða viðurkenna það. Ég sjaldan skemmt mér vel að fara yfir ársending og hliðstæða reikninga. Já, ég náttúrulega fór alveg talsvert út fyrir svona þennan ramma IKEA sem að verður náttúrulega rauði þráðurinn í dag. Já. En eigendur þar endanlegir eigendur eru Sigurður Gísli Pálmason og Jón Pálmason. Já. Sem eru bræður. Á ég ekki að stökkva fyrst eða? Jú, ég ætlaði bara svona aðeins að Já, þú vilt tala ég fór í rauninni bara svona, þetta er ákveðið veldi, þetta er samsteypa í kringum IKEA. Akkurat. Og alls konar félög í kringum þetta, þannig að ég var á tímabili með svona 50 ársreininga og nú er ég ekki að grínast að opna. Þetta var orðið dálítið svona flókið á köflum, en ég vil bara fá þetta á markað. Já. Þetta á bara að vera á First North. Þetta á ángrís alveg heima þar, en ég kem svona inn á þetta öðru hverju í yfirferðinu minni svona tek smá hliðarsögur sem er bara gaman af en þú mátt alveg endilega grípa orðið núna, þetta er Sigurður Gísli Pálmason og Jón Pálmason, þetta eru nú góðkunni menn í íslensku samfélagi. Já, akkurat. Íslensku viðskiptalífi. Þannig að ég ætla að fara til Svíþjóðar. IKEA er eins og flesti vita sænskt þjóðarstolt með aðsetur í Hollandi, vissur það? Já, höfuðstöðvar fyrirtækisins. Já, ég vissi það ekki fyrir þetta. Nei, eru í Delft í Hollandi og því miður er ekki hægt að ræða þetta, því miður, þú bara ræðir ekkert IKEA á þess að nefna stofnandan á nafn. Nei, einmitt. Ingvar Kamprad. Nafnið IKEA, þannig að það sé útskýrt, er samsett úr E og K fyrir I úr Ingvar og K úr Kamprad og svo E fyrir Elmtirad sem er uppeldisbær hans og A fyrir Agunjarit sem er þorp. Nálega, hefur hans alist upp í því þorpi? Nei, hann er alinn upp í hvað heitir þetta? Elmtarit? Elmtarit? Nei, þetta var ekki sænska. Já, heyrðu, ég á með þetta rétt. Já, hvað er maður? Elmtarit, það er ið. Ok. Og tökum þá æð, þannig að ég var nefnilega að ruggla sér, þetta er svo, hver skrifar rit? Ég veit ekki, þetta er falleg saga, ég vissi þetta til dæmis ekki. Agunnarit, jú, þetta er rétt hjá mér, Elmtarit og Agunnarit, þetta er bara eins og hringadróttu sögu. Já, skemmtilegt. Hann er alinn upp í Elmtarit, það er ið, og Agunjarit er æð, sem er þorp nálægt æskuheimilega. Einmitt, já. Þetta er minnst að fallegt. Hefur einhvern tímann hugsað þér að stofna eitthvað fyrirtæki sem væri þá svo væri með nesið Athos og eitthvað þorp nálægt, Seltjarnarnes. Götuna mína? Nei, Seltjarnarnes, þorp nálægt Athors. Já, eitthvað svona bara. Já, það er lélegt. Hann neldi þetta, hann neldi þetta aðeins sem hann. IKEA. Já, hann varð á tímabili 8. ríkasti maður heims. Já, vá. Já, hann var loaded. Ég sá í gamalli MBL-grein að hann var í sjálfskipari skattalegri útleið frá Svíþjóð í 40 ár. Það er ástæðan fyrir að allt head operationið er í Hollandi. Smá skatta hagræði. Já, fyrir það aðeins í lokin. Svíjarnir eru alveg svíngróðir í skattinum, eða ekki það? Þetta er sósíaldemokrat. Já, þetta er fjandans hann. Ok. Allt var til fjandans. Það googlaði þetta með hann income tax í Svíþjóð. Sósíalistinn að taka yfir. Það er talað vöruverðið það sem við þekkjum IKEA fyrir. Ódýrt og gott. Já. Og hann lifði eftir þessu prinsipi alveg fram í rauðan döðan. Hann klippti sér í þróunarlöndunum.
því honum fannst þó dýrt að klippa sig bara í Hollandi til dæmis. Ertu að tala að klippa á sér hárið? Já, þú veist, hann nýtti hann nýtti alltaf bara ferðina. Já, þegar hann var að heimsækja þá klippta sig þar. Þetta prinsip maður greinilega. Hann keypti föt á flóamörkuðum og frægasta sagan, svona fyrsta sagan sem ég heyra á honum að hann var á 20 ára gömlum Volvo. Sko aðeins sko fjármagnstekjuskatt í Svíþjóð, bara income tax, það bara var lengi vel sko 57%. Þú sagði bilun. Droppar hann í 32 2020, en núna 2022 var þetta 52 síns mér. 52%. Þetta í hug að láta 57% af því sem þú gerir í hít. En ég ætla samt að henda sprettun á þetta. Já, fínt. Því að ég veit ekki, þetta samt inn á nokkuð áræðalegri síðu hérna. Þetta gerist bara, þú missir bara svona fyrirtæki frá þér og þetta orðin hollendingar í dag. Sko, öll hans prinsip í lífinu voru gerð til að leggja línu fyrir aðra starfsmenn og hann tók sér til að skrifa í bók The Testament of a Furniture Dealer eða svona almanak húsgagnasalans og þar var kvóti frá honum sóun dauðasynd sem að allir starfsmenn IKEA taka til sín. Það eru svona gildin. Já, smá IKEA, ég fann hérna, ég held 2021 tekjur 41,9 milljarður evra. Þetta stofnað 1943 af Ingvar þegar hann 17 ára. Byrjar, já, og þetta byrjar sem svona mail order félag. Sem sagt postsendingar á, þú sendir inn og panta penn, þú veist, þetta er bara fyrir netið í rauninni, sko. Hann byrjaði pennum og öðrum smámunum en var farin að selja húsgögn 5 ára síðar. Og ég vísa nú bara í okkar hörðustu aðdandur, Richard Branson og Plötusalan, byrjaði eins. Þetta eru hugsjónamenn, sko. Sko, fyrsta sænska verslunin opnaði í Småland 1958 undir nafninu Mobel IKEA. Mobel þýðir húsgögn eða múblur. Og ég sá hérna flökkusögu að það sé stutt eftir opnun þessar fyrstu verslunar sem þau renna á framleiðslu aðferð sem í raun leggur grunninn að þessu viðskiptaveldi sem við þekkjum í dag. En þau búa til það sem heitir í dag flat packing. Kveikir það einhverjum björnum? Já, þetta er bara svona, hvað segir maður, svona vera að hagraða plássi bara? Já, og ég skal segja þér söguna. Sagan segir að maður hafi verið að vinna fyrir IKEA, kom í búðina, keypti hann stól sem hann ætlaði að flytja heim til sín, kom honum ekki fyrir eða átti erfiðleikum með að bögla honum heim, braut af honum lappirnar, stólnum, kemur stólnum heim og setur lappirnar svo aftur á. Þegar að IKEA menn heyrðu af þessu, þá kviknaði ljósapera. Af hverju eru við að selja húsgögn? Af hverju seljum við ekki bara allt sem þarf í húsgögn eða þú veist, af hverju eru við að setja þau saman? Já, bara þetta var svona ljósaperu momenti samkvæmt þessari flökkusögu. Skemmtilegt. Sko, þetta er rauninni að sem leggur grunn að businessnum því að þetta gerir þeim kleift að bjóða mjög lágt vöruverð út af því að tíminn sem að þeir myndu taka í að setja saman hlutina og sá kostnaður, hann liggur rauninni hjá viðskiptavinnum en ekki þeim. Þetta hefur líka verið þeim til heilla með alls konar svona optimization í flutningum. Miklu þægilega ræði gáma og þetta er allt bara þegar þú komin flatt á þessa stærðagráðu sem þeir eru þá getur bara svona plásshagræðing skilað þér milljörðum í kassan bara at the end of the year, sko. Og fjölmörg dæma því. Annað er líka út, þetta verður svo staðlað að þeir geta framleitt svo marga svipaða hluti kannski sömu framleiðsleiningu en svona í grunninn þeir eru bara búin að byggja upp svona economies of scale og bulk kaup á öllu og lengi búin að vera þessi tala að þeir kaupi 1% öllu timbri í heiminum að þeir séu svo stórir timbur neytandi. Skemmtilegt. Sá svo hérna dæmi eins og með flutningin, íkt dæmi frá Bandaríkjunum að það kostar meðaltali $500 að flytja sófa frá A til B. En IKEA-sófinn til samanburðar kostar alltaf $20 því að hvaða bíl sem getur borið þann sófa. Þetta er íkt dæmi. Expansion, fyrsta verslunin hérna 1958 í Svíþjóð. Fyrsta erlenda 1963, viltu giska hvaða land? Ekki Bandaríkin. Nei, flott gisk. Eitthvað annað Norðurland, væntanlega. Já, þú teitur. Noregur. Já. Það ekki? Segur er hann. Noregur 1963, Danmörk 1969. Svo tók IKEA bara og laði undir sig heiminn. Eitt ríki af öðru. Ísland var mjög snemma á vagnin og fyrsta IKEA-búðin kom hingað 1981 og Ísland var, eftir því sem ég sá best, fyrsti franchise hafinn. Einn af fyrstu erlendu sem sagt til þess að fá franchise því að það er þannig í dag. Já, var það ekki, opnuðu þeir bara sjálfur í Noregi?
Já, ég skil. Já, Ísland eitt af fyrstu... Svo við kannski útskýrum það, já, ég akkurat, það næsta hjá mér, sko. Sérleyfi? Já, Ísland fyrsta sérleyfisríkið. Það að segja, þeir ekki sjálfir að koma að rekstrinum, heldur fengu þarna, þetta opnar í hotni í Hagkaup í Skeifunni. Þau í reka IKEA-búðuna. Og ég kem inn á business model með það á eftir aðeins IKEA í dag. Það eru 432 verslanir, sá ég. 372 þeirra eru undir stjórn Inga Holding sem í eigu Stitching Inga Foundation og þau eru með oppan af búðum í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína og Ástralíu. Það þá ekki sérleyfishafar? Nei, þetta er rauninni, bara eitt móðurfélag yfir þessu öllu. Já, sem að stjórnar svona, svo eru sérleyfissalar út fyrir það. Aðeins til að útskýra hérna, út af því að þú varst örugglega að spá í af hverju Stitching Inga. Hann heldur sig að sjálfsögðu við nafngiftina, hann með Ingvar hérna I-N-G-K allt það en S-ið sem sagt Stitching stendur fyrir Stitching sem þýðir að stofna á hollensku eða Foundation og þetta í dag eitt stærsta non-profit félag í heiminum. Þetta að sjálfsögðu non-profit? Já. Hvað meinarðu? Þetta rekið ekki í hagnaðarskyni. Já, hvað, þú talar eins og ég ætti að vita það? Vissirðu það ekki? Nei, IKEA, eða þess að móðurfélagið? Já. Ég hef ekki hugmyndið það. Já, kallið minn. Veitu hvað, og hvert renna peningarnir? Hvað akkur heldur hann hafi verið í skattaútlegð frá Svíþjóð? Hann fer til Hollands. Já, ég veit það. Það ástæðan fyrir að struktúrun flókin. Já, kannski bara til að, fyrir sína eigin hagsmuni, hann græddi meira, þú veist, það væri gamli. Bara það sem margir gera. Hann alltaf að hugsa enda neytenda. Hann að spara skatta til þess að hagræða vöruverði. Vitum við hvert þessi peningar renna? Sko, ég með þetta, það mjög flókin mynd sem sýnir hennar struktúr, en þetta í rauninni struktúrin sem hann kemur á laggirnar 1982 þegar hann flytti til Hollands og fyrir þetta. Þetta var gert til að lágmarka skattbyrði félagsins og til þess að þeir gætu búið bestu verðin. Svo var hérna með þetta að þetta sjálfseignafélag, not profit, held ég ekki í eigu neins einstaklings en það eitthvað family foundation sem afkomendur hans og aðrir sem að koma eitthvað að þessu en svona in the end ég ætla ekki að segja þetta eins og Vatíkani en það nett dulúð í kringum mikið af operation. Hugsaður Svíana verða af þessu sko, þú veist. Já, þeir geta bara sjálfum sem ekki 57%. Já. Og ekki þræla allt sko. Hvað kostar að opna IKEA-búð? Þú reyndir nú einhvern veginn að hringi í einhver, heyrði ég. Já, nei, ég náttúrulega reiknaði út Costco. Hvað kosta að opna Costco. Það voru sko 16 milljarðar held ég í heildina með öllum vörum og öllum byrðum og því. Gaman að skulir hafa rifið þetta upp. Já, það var rauninni 6 milljarðar að standsetja staðinn með, þú veist, lóð, fasteign og öllum áhöldum og tækjum og dóti sko. Þetta alvöru djús. Ég nefnilega með basically hvað þetta kostar samkvæmt fransæsinu. Okay. Sko, samkvæmt þeim sjálfum, þú borgar 3% af net sales, við munum sjá það í ársreikningum hérna eftir, til Inter IKEA Group, sem gefur þér réttinn á að nota vörumerkjara og bara verða sérleyfishafi og þú fara aðgang að vörulínni, þar sé að þú veist, Inter IKEA rauninni þeir sem sitja saman katalóginn og þú veist, vöruhönnun og vöruþróun og semja við birgja og þú kaupir af þeim. Þú fær svo leyfi til að reka búðurnar og í rauninni gera það á þinn besta veg til þess að hafa einhver afkoma af. Algjörlega. Sem að þú segir okkur eftir hvort það sé einhver. Þetta ekki bara í skít? Nei, ok. Það sé alveg óhætt að segja það svo sé ekki. Áhugavert. Svo hérna, þú hefur líka frelsi sem sérleyfishafi til þess að velja inn eftir þínu höfði eða þínu markaði. Og ég fann hérna viðtal við franchise-holderinn í Kuwait. Já, og hann talaði að 20% af þeirra vöruúrvali með 20% dekkri viður en gengur og gerist því að það tískan í Kuwait. Þannig að mér langaði bara svona veltaði upp hvað tískubylgja heldur þú að eigi svona við á Íslandi, þú veist, með þetta? Hvað áttu þá við liti eða? Já, ég myndi halda svona, ég veit ekki, bara svona svart og grátt og hvítt. Já, ég skrifaði bara hvítt. Það verður bara að vera hvítt. Já, ég veit. Það allt hvítt. Það virðist vera svona heitt í dag, bara grátt parkett og svart, einhvern veginn svarta mublur eða hvítar sko. Þetta svona... Já, og bara hvítt. Já. Og hvítt. Hvítt á hvítt. Já. En sko, náttúrulega Costco í rauninni líka, hérna, ég man ekki, ég held að Costco, það var náttúrulega dælt bara pening í þetta frá, erlendum aðilum til að standsetja þetta allt saman sko.
var það þannig upphafi hjá IKEA væntanlega komu þeir að því að stoppsetja allt, eða ekki þannig í byrjun, þegar þeir fengu sérleyfið þekkjurðu það? Sorry Þú veist, kom IKEA móðurfyrirtækið Já, hingað Já, þú veist, komu þeir væntanlega komu að því að standsetja IKEA-verslunin á Íslandi Já eða var það bara á þeirra var það bara á þeirra ábyrgða að koma þessu öllu upp með sínu fjármagniða? Það er nú ágætt að nú eigendur vera að hlusta og myndu bara koma og segja okkur það. Já. Ég þekki ekki, en auðvitað það bara eins og þegar þú ert að opna franchise, eðlilega færðu einhvers konar training eða svona hands-on. Algjörlega sko. Ég man ekki alveg hvernig það var hjá Costco, hvort þetta hafi verið sérleyfi eða þeir... Nei, Costco eru bara sjálfur með þetta hérna. Já, það er þetta að tala um það. Já, Costco eru bara sjálfur hér. Já, þeir eru bara sjálfur hér. Já, þeir eru ekki... Ég er að segja að þeir náttúrulega dældu bara pening í þetta. Já. Það bara sýndi sig í ásendingunum, sko. Nei, það voru bara einhverju kanar þarna í stjórn og... Því að við vitum til þess að nokkur sérleyfi eru almennt þannig að þér er skaffað allt dótið, skilurðu. Þú veist, þau fjármagna einhvern hluta eins og bara hopp. Þú kaupir hjólin en þau skaffa þér öllu öðru sko. Akkurat. Ég er að veltaði fyrir mig hvort að þau hafi spýtt einhverju fjármagni til að hvort þau fái lán fyrir lagarnum eitthvað svona sko. Gæti verið, greiðslufresti eða eitthvað. Það er sennilega eitthvað sem við munum aldrei komast að nema bara ræða við eigendur. En sko, ég var með hérna requirements til þess að verða franchisee. Það er bara hægt að sækja á ikea.com. Mikil retail reynsla krafist. Sérþekkingu á þínum heimamarkaði væntanlega þegar þú ert búin að vera í retailnum svo er ákveðin gildi og allt það varðandi fjárhagslega getu til þess að standsetja svona búð þá er hérna dæmi af Indlandi 2012 að þeir sem sagt eru opinberlega að leita partner fyrir Indland setja það út að þeir ætla að opna 25 búðir og til þess þurfum við $1,9 miljard í fjárfestingu og taktu nú $1,9 miljard og deildu með 25 og ef ég teld ekki við páan hérna fyrir þátt þá er það 760 hvað? Já, er þetta ekki $76 milljónir? Já, $76 milljónir sinnum, ef ekki hafa gengið 143 Já, segjum það bara Það eru 10,8 jardar 10,8 jardar, já 10,9, já og það er farið fram á þarna að menn hafi tímaramann 15 til 20 ár þú ert að fá hana samningi 15 til 20 ár en þú verður að hólka 1,9 BE þú fær 25 búðir ekki fjari lægi bara það sem kosti að stansetja Costco sko Já, þannig að við erum bara nokkuð skemmtilegt að setja í samhengi Þetta er frá 2012 náttúrulega en já, þetta eru skemmtilegar upplýsingar Eitt sem að já, ég get nú bara sagt hérna 30% heimsækja IKEA út af, veistu hvað það er? Hvað sagðir, 30%? 30% kom í IKEA út af hverju? Mötuneytinu. Já. Matsölustanum. Já, ég er skarpur í dag. Það haldið ég hafi sofið vel í nótt. Svart vel, gott yfirbræðar, nýja sónamynd í bílnum. Einhver vinnuðinn að gefa þér sónamynd sem er að fara upp á vegg. Það vinnur allt með mér í dag. Sko, matsalarnir komu inn 1958 og Ingvar sjálfur sagði það er erfitt að stunda viðskipti við hungraða neytendur. On top of that helvíti naskur on top of that rannsókn frá 2012 sem sýndi að fólk sem borðar í IKEA eyðir að meðaltali 2 sinnum meira en þeir sem gera það ekki þetta er sniðugt sko og svo eins og ég segi þá er talað um að 30% mæta bara til að borða þú veist ég fer eiginlega alltaf þarna bara til að borða en ég enda samt þú veist þetta er náttúrulega þannig uppbyggt það er næsti ég enda alltaf á því að svona spá allavega í einhverju sko en já, og það kemur að því brátt IKEA selur 1 miljard af kjötbólum á ári boring statistic þeir eru 1 af 50 stærstu matsölustöðum í heiminum með veltu og þá komið að sálfræðinni hefur þú labbað inn í búð og ætlaði að kaupa einhvern einn hlut eins og í matinn en enda með aðra hluti já, það hefur gerst og bara held ég fyrir okkur öll hvað ætti að gera núna? He's one of them Þetta kallast impulse buy og hér fann ég grein að það sé talað að 60% af öllu sem er keypt hjá IKEA er impulse það er að segja að þú lappar inn til að kaupa eina möblu enda með 10 það er svakalegt og svo var hérna að það var eitthvað sem ég ætlaði að sleppa þá var ég komin hérna næsti kablin er bara sálfræðin á baku IKEA og
Margir af okkar hörðustu aðdáendum sem hlustu á Winter of Working Moms seríuna muna kannski eftir testin úr Fjarðarkaupsþættinum því að það var verið að mæla tíma sem það tók að sækja mjólk. IKEA og margar verslunarmiðstöðvar fara kannski ekki alveg þessa leið. Þetta bara kallað MEIS, völundarhús. Þau eru ekki að reyna að gera það sem hagkvæmast fyrir því að komast frá A til B. Þau eru í rauninni að þræða því í gegnum. Það hefur verið gerð sko falið myndavill í þessu, þar sem að, þú veist, þau lokuð alltaf á útganga og fólk einhvern veginn bara ringsólaði. Já, það er ansi gott. Ég held að vera að tala um þetta meðaltali 50 svona sýningarherbyggi sem þú lappar í gegnum í einni íkóabúð. Þau sækja í, hvað er aftur hérna, alls að hilna með, þetta heitir Gruen effekt. Þetta er semast maðurinn sem er talin, opnaði fyrstu verslunarmiðstöðina. Og hugmyndafræðin á baku það er að gera upplifun af því að koma eitthvert, þú veist á einhvern eitt stað, svo stórkostlega að því þú ert að leita hlutunum sem þið vantar, þá ert alltaf líka að gjóa hlutum að einhverju öðru sem þið gæti vantað. Og hann í rauninni býr til fyrstu verslunarmiðstöðin í Bandaríkjunum með þetta að leiðarljósi. Heyrðu, hvað er verið með svona búð og svona búð og svona búð, svo þarf að vera barnasvæði og svona, ég vil raða því upp eftir. Og það er talið að IKEA sæki í þetta. Og þú veist, þetta snýst þá í raun út af það og þarf að vera svona stylish og design, en líka þetta er það mikil þrautabraut að þú ert alltaf að sjá eitthvað nýtt sem geti vakið áhuga. Og þessi sérð bara svona... Það er bara fóðura neytendan. Já, og þú veist, ég meina með IKEA og byrja náttúrulega að tínast í þessu völundarhúsi, labba þess og krus, byrja að gleyma af hverju þú ert þarna og hvað varst að kaupa, svo sérðu svona flottan hlut og bara, wow, heyrðu, ég kannski taka þetta. Sem kemur 3 hlutir nefndi sérstaklega. Staðsetning á öllum speglum eru víst valdir strategist og til þess fallnir að láta þið finnast þér þú eiga heima eða líða vel þar sem þú sér þig. Þannig að fólk sem er að fara í IKEA, hugsa þetta næst, þeir sjáu ykkur í speglinum, það er búið að handvelja þann stað. Þú átt að sjá þig í speglinum á þessum tíma. Ég lítið vel út í þannig IKEA maður. Ég ætti kannski komið með hennar sófa líka. Herbergin eru gerð eins nálægt raunveruleikanum í hverju landi og hægt er til að upplifið eins og sért heima þér eða geti séð þetta gerast heima hjá þér. Já, sem svona framtíðar heimili. Svo er þetta kallað hérna bölla eða bulla og þetta eru The Dumpins. Þetta er sko IKEA eru seig og fræg fyrir það að koma alls konar svona litlum hlutum fyrir á súperverðum þvers og krus búðina til að láta þið finnast eins og þú sért alltaf að gera kjarakaup. Og þetta er ekki dæmi og næst þegar þið farið í IKEA þið takið eftir þessu. Það eru svona körfur með kottar á 900 kall, slippers, inniskór, þú veist svona par af inniskóm á 900 kall, það er lítið leikföng. Þetta er allt bara sálfræði. Þetta er eitur. Allt bara sálfræði. Leggja stein í götumanns sem að verður að hirða. Já, þú veist, ég held að við höfum ekki tekið fyrir neitt rekstur núna, það sem er bara þekkt að þetta er bara svona engineered út frá sálfræði bara, þú veist. Það er svo mikið á bakvið þetta. Þetta er magna. Áhugavert með verð og þróun eða vöruþróun hjá þeim. Það segir að fyrir marga vöru sem þið framleiða og velja er verðið fyrst. Það segir, heyrðu, ok, núna vantar okkur bara stól fyrir þennan markað. Præspunkturinn okkar verður 9.900 og hönnunarfilosófían gengur brútið að, heyrðu, nú þurfum við bara að reverse engineera allt við að búa til hennar stól. Þannig að við séum með okkar framleiða kosti 9.900. Og þeir eru rauninni bara, þú veist, ferlið, allt bara hönnun, svala, gengur út frá að þeir nái þessum verðpunkt, ekki öfugt. Þau eru fræg fyrir að lækka verð á vörum með tímanum. Dæmi er hérna Poang Chair. 1994 kostaði hann $179 sem eru $340 með tillit til verðbólgu. Þakka þessari grein fyrir að taka tillit til verðbólgu. Og í dag fer hann á $129, þannig hann er búinn að lækka á 30 ára tímbili og það eru fleiri dæmi, Billy bókahillan Billy og fullt annað sem hefur bara lækkað í verði með tímanum. En þau ekki alltaf, þú veist, þetta er ekki alltaf satt. COVID kom mjög illa út á mörgum stöðum og ég held að meðalhækkun á heimsvísu á IKEA var 9% á vörum síðastliðin 2 ár. Ingvar er líka fallinn frá, þannig að kannski ekki alveg að hörð stefna var í gangi. Hann var víst ruthless gagnvart byrgjum. Ég meina þetta snýrst bara allt neytendur. Hann hefur verið alveg obsessed, sko. Maður sér það fyrir sig. En er þetta í eigu afkomenda hans núna, sem sagt? Já, það er þetta holding company sem er ekki neins eigu en hans fjölskylda einhvern veginn hefur aðkoma að þessu. Til að loka þessu, stærsta IKEA búð í heiminum er á Filipseyjum, opnaði 2021, 65.000 fermetrar. Meðalbúðir 27.800 fermetrar. Sem tekur okkur til Íslands. Fyrsta opnaði 1981.
í Horni í Hagkaupum fer svo í 2000 fermetra í Kringluna 8000 fermetra í Vatnagarða og 26.000 fermetra í Kauptúni þannig að þeir eru rétt undir meðaltali Vatnagarðar, Holtagörðum þarna, já, akkurat sko ég allavega sá samkvæmt ársreikningum að 21.000 fermetrar í Kauptúni í Urriðaholtinu þarna. Já, ok, getur það þetta var en hérna þessi stækkun, mér minnir bara eins og mér líður eins og við séum að tala Gorilla eftir 30 ár, já þeir byrjuðu þarna í litlu Horni með lager sem var 400 fermetrar, svo voru við komin í 2000 fermetra, svo 40.000 fermetrar, svo voru við bara með lager og heildsölu fyrir allt Ísland. Heyrðu, skandallinn, eins og áður sagði þá er IKEA Holding BVF sem er holding company, í eigu Intergogo Foundation sem er sjálfstjórnar EHF og engin einstakur eigandi eða hluthafi. Allt gert í nafni þess að vera non-profit en á móti kemur að félagið með mjög flókið eignarhald og strúktúr sem lágmarkar alla skattbyrði. Sem að sjálfsögðu fær alla leftíðana til að trillast. Já. Þangað til þau séu á verði hjá öðrum, skottast IKEA og negli sér nokkrum kjötbólum. Sósíaldemokrat. Já. En já, ég held að ert þú tæmdur eða? Tæmdur, þetta er geggja fyrirtæki. Já, þetta er alveg stórkostleg. Sorry, það er komin hálftími, þetta er lengsta yfirferðin. Já, stórkostleg yfirferð hjá þér, ég verð bara að gefa þér það. Já, takk. Ég hafði mjög gaman af. En nú skulum við fara aðeins yfir í svona tölurnar og kannski að byrja bara á að fara aðeins yfir eignarhaldið eins og ég nefndi á hann, Sigurður Gísli Pálmason og Jón Pálmason. Þeir eru sem sagt í rauninni endanlegir 50% eigendur hvor af félagi sem að heitir Mikligarður EHF. Og það er kannski verðt að minnast á það að Mikligarður EHF heldur utan starfsemi IKEA á Íslandi en svo er móðurfélagi Hof eignarhaldsfélag það á 57% hlut í hollensku félagi sem heitir FE Corporation BVF sem á svo félög í Lettlandi, Litáen og Íslandi sem að halda svo utan rekstur IKEA í þeim löndum. Þannig að þeir eru í rauninni eigendur líka af þessum í Eystrasaltsríkjunum sko. Já, akkurat, sem er magnað. Sem er alveg magnað sko. En rauði þráðurinn í dag verður þessi Mikligarður EHF sem er í rauninni bara sérstakt utanumhald sem hefur sérstakt utanumhald utanum IKEA á Íslandi. Nú Mikligarður EHF eins og ég segi, hann er í rauninni sko, hann er í eigu Hof eignarhaldsfélags og sko þetta Hof eignarhaldsfélag á svo mörg önnur félög og þetta Hof eignarhaldsfélag er náttúrulega í 50% eigu þeirra bræðra sko eignarhaldsfélagið Dexter það er í eigu Sigurðar Gísla Pálmasonar það á 50% í Hof eignarhaldsfélagi sem á svo 99,5% í Miklagarði EHF svo er 0,5% í eigu Urriðagarðs EHF sem að er svo í 100% eigu Hof eignarhaldsfélags og þetta er basically bara 50-50 splitt að lokum sko. Þess að endanleg eignarhaldsfélag eru Jón Pálmason sem á Fara EHF og Sigurður Gísli sem á 100% í Dexter fjárfestingar. Fara hvert? Góður. Allavega, nóðum það. Er hann líka með Morgan EHF? Nei, ha? Er hann ekki með það? Býtu, nú var að útskýra þetta. Mástu ekki eftir Dexter Morgan? Þáttunum Dexter? Já, hétt hann Morgan, já. Já, ég horfði á Dexter, sko, geggjaði þættir. En nei, ekki svo gott. En Heyrðu, eigum við að taka á... Það er komin ný sería. Eigum við að segja hvað gerist í lokaþættinu? Nei, það er allt vitlaust, sko. Það ætlum við ekki að gera. En herðu, við skulum þá bara demba okkur í þetta, bara, þú veist, eins og ég segi, þetta er alls konar flétta, þetta er langur stíð þarna upp í endanlega eigendur, en bara í grunninn, þá er þetta bara 50-50 eigu þeirra bræðra. Já, fíla það. Herðu, förum þá í rekstrarreikningin 2021 og ég ætla að hafa hann í boði Landsbankans í dag. Já. Það eru að sjálfsögðu póstlistarnir sem fyrir vikubyrjunin kom í gær og hvað, var ekki Una búin að vera við þurfum að fylgjast vel með Unu núna það stefnir í svakalega tölur bara með verðbólgu hún er nú oft verið get spök en nú þurfum við að fylgjast vel með nú þurfum við að fylgjast vel með hækkanir frá byrgjum hækkanir á utan að berast og þá farið að spá lægri verðbólgu þannig að við fylgjumst vel með, en eina ástæðan fyrir að við fylgjumst vel með er og til við förum inn á landsbankin.is /postlisti. Og þar er ekki postlistar? Landsbankin.is /postlistar. Þar er að finna vikubyrjun hagsjáin líka sem er svona, fjármála speki myndi ég segja. Koma alls konar skemmtilega greinar þarinn.
Ég ætla að spá því með allt á hreinu farið inn á landsbanki.is/póstlistar og skráið ykkur. Ég ætla að spá því að þetta verði þeirra besta ár í póstlistagerð. Póstlistin er að vaksa. Þau muni geta analysa svo margt. Þau geta tekið bílamarkaðinn sem að fara að brenna upp, sumabústaði, lóðir, vanskil, allur pakkin. Já, verðbólguna. Það verður spennandi að fylgjast með. Já. Herðu, rekstrarreikningur. Við byrjum á tekjum og kannski bera að taka það fram að rekstrarár ICA er frá 1. september til 31. ágúst. Þau að gera þetta bara eins og í sjávarútveginum. Það er fiskveiði árið. En ICA árið. Já, ICA árið. En sko, þannig þegar ég tala 2021 þá á ég við frá 1. sept 2020 til 31. ágúst 2021. Svo, tekjur ársins 2021 13,7 miljardar króna, takk fyrir. Og það hefur verið alveg lygilegur vöxtur á þessu hjá þeim. Langt umfram verðlag í landinu að minnsta kosti og ekki veit ég til þess að þau hafi opnað einhverja aðra verslun heldur en þarna í Kauptúni í Garðabæ og það lítur út fyrir að við séum bara að verða ICA óðari með árunum. Það förum í Kauptúni 2006. 6, jú. Já. Og það hefur allavega sko vaxið alveg gríðarlega síðan. Nú við erum að sjá vöxtum um 11% milli ára 2021 og 2020 og ef við fyrir lengra aftur, segjum bara til 2008, þá erum við að tala um tæpan 180% tekjuvöxt. Verðlag hefur tvöfaldast á þessum tíma eða tæp 100% hækkun, þannig að þau hafa verið að gera vel hvaða vöxtinn varðar á þessum, að því er verið sama fermetra fjölda sko, þau reyndar hafa bætt við sig svona lagerum og afgreiðslu rými og öðru sko. Já, maður hefur lent í því, þetta er náttúrulega stórkostli búð að fara þarna hinum megin við að sækja eitthvað dót. Einmitt. Já. Ég kem nánar inn á það eftir. Ok. En eins og öllum góðum ársreikninga lesurum sæmir, þá kíkti ég að sjálfsögðu og tekið per starfsmann hjá þeim og hjá ICA var meðal fjöldi starfsmanna í heilsársstarfi 372 stykki og það gerir 37,5 milljónir króna í tekjur per starfsmann. Sem verður að teljast heldur gott. Já, jú, mjög gott. Það er nokkuð gott, sko. Gott. Með að við svona stórt batteri. Nú, þá skulum við kíkja aðeins á gjöldin og þar er kostnaðarverð seldra vara sem fer hæst. Hvað myndir halda meðal álagningin síðan hjá þeim? 2. 200 prós, er það mikið? 100% álagning þá. Já. Æ, ekki, já, þú ert ekki ígjafjari, sko. En sko, þetta er náttúrulega sko, þetta er meðalálagning og ekkert annað. Þau eru með matsölustaðarna auðvitað líka og svo húsgögn og auðvitað annan fjandan en þetta er 83,1% álagning. Og 83%? Já, og það fer smá í töðunar mér að sjá ekki skiptingu eða sundurliðin á tekjum milli matsölustaðar og verslunar. Já. En þetta er að nákvæmasta sem ég get kokka fram og það breytist þegar við fara á First North. Já, einn daginn. Og sko, álagningin síðustu ár hefur verið svona nokkuð stabíl, alltaf yfir 70%, svo bara, já, þá vitið þið það. Það er svona nokkuð hófleg álagning hjá þeim, myndi ég segja. Og gaman að sjá hérna leyfisgjöldin, hún mátti ekki hlaupa við þau. Já, nei, einmitt, ég verða hérna að minnast á þau. Þau voru hérna Þarna sjáum við hvað móðurinn fær. Já, þannig sjá. Já, leyfisgjöld 411 milljónir tæpar. Já, 3% af net revenue. Já, þetta er þessi sérleyfisgjöld vantalega sem þau greiða þá IKEA. Sérleyfis salanum. Já, sem að var býttu nú við, þetta var svo mörg EHF. Ég held að það sé Intergogo Foundation. Já. Nei, það er hérna þetta voru svo mörg BVF. Já, þetta er ekki hollenska. Ég skal finna myndina struktúrnum og senda þér. Nei, ég er ekki með þetta hérna. Nei, við finnum út af því. Þú leitar að því. Ég ætla að fara yfir í launin á meðan. Inter IKEA Group. Já, takk fyrir það. Sko, launaliðurinn, hann telur með launatendu gjöldum tæpa 3,2 milljarða. Af því eru hrein laun 2,6 milljarðar, sem gerir 587 krónur á starfsmann með að við 372 heilsástörf, sem er bara allt í lagi. Já. Það er bara flott. Annars er hérna annar rekstrakostnaður upp á tæpan 1,8 milljarð. Og það undir fellur meðal annars leigan væntanlega og ég fór að glugga í skýringarnar í ásegningunum og segðu mér að eigendurnir eigi húsið. Já, býðum aðeins. Það, sko, Kaldalóna piss utan í þetta. Já, það byrjar að mýga aðeins utan í þetta en það kemur fram í skýringunum
að það var gerður leigusamningur árið 2006 fasteignina í Kauptúni 4, þar sem IKEA til húsa núna. Þannig Miklaborg á ekki fasteigna sem slíka, sko. En við skulum fara nánar út í þessa fasteigna á eftir. En það vil svo til að þau eru með fleiri leigusamninga. Fyrir utan IKEA húsi sjálft eru þau með leigusamning þarna hinum einn í túnnu, nánar tiltekið Kauptún 3. Já. Þar eru þau með vörulagerinn og vöruafgreiðsla sem að ég held að það verið 2012 sem að það sá leigusamningur gerður. En þarna sækir fólk yfirlega bara pantanina sínar. Bara ramma fyrir svona myndir og fleira. Nú, svo eru líka með leigusamning í Suðurhrauni 10 sem ég held að sé einhvers konar lagerými líka. Svo að lokum er það Urriðaholtsstræti 10-12 sem er glæsilegt smá íbúðar húsnæði í Urriðaholti. Þar eru 34 íbúðir, samkvæmt grein sem ég fann inn á urriðaholt.is eru þau að leigja helmingin af húsnæði undir starfsfólki hjá sér. Alveg rétt, þetta kom. Þetta svansvottað á allur fjandinn, sko. Alveg rétt, ég var búin að gleyma þessu. Þetta er líka bara því að starfsfólk var í vandræðum að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Já, þetta er bara fallega gert að þeim og þau voru að leigja þetta alveg langt undir markaðsvirði á leigu, sko. Já. Þannig að hrós fyrir það. Nú, sko, þessi blokk, eða bara fyrir allt heila klappið, þessar smáíbúðir, lagerrými og IKEA-húsi sjálft, þá námu leigugreiðslur 752 milljónir króna á árinu, hvorki meira en minna. Það eru tæpar 63 milljónir á mánuði, en það er það per fermeter? Það er svo sem ekki eins og þessi að kasta þessum pening endalega út á gluggan í leigu. Við komum nánar inn á það á eftir. En ég er ekki alveg með heildar fermetrafjöldan, þetta er náttúrulega, þetta sé 21.000 fermetrar, þarna númer 4, 7.000 og eitthvað númer 3. Svo þekki ég ekki fermetrafjöldan þarna í Urriðaholtsstrætinu. Það taka bara 28.000 eða? Já, svona, hendur samt svona 30.000 á þetta. Þetta suður. Sko það væri... Þetta í Suðurhrauni er örgulega... Það væri 2.100 á fermetrinn. 2.100 krónur? Já. Er það bara fínt? Já, ég held að leiguverði hérna sé... Hinum með við göttuna var það... Kópavoginum? Já, það var 2.6 minnum mig. Við erum í 2.300 hérna eða eitthvað. Þetta er náttúrulega í rauninni 1,5 ár aftur í tíman sem við erum að fara hérna, sko. Já. En kíkjum á EBITDA-tuna. Hún er nokkuð myndaleg, tæp 1,1 milljón sem er 7,7% hlutfall sem er svona í herralagi í seinni tíð. Þetta er náttúrulega þetta er retail business. Skulum ekki gleyma því, svo það er alveg viðbúið að við séum ekki að sjá einhverjar tveggjastafa tölur hér. Ég meina eins og Costco voru þau ekki með eitthvað markmið að þau mætti ekki leggja meira en eitthvað x on á. Jú, þau eru mjög hörð. Þau eru með 15%. Þannig að þú veist, svona í retail almennt er, þú veist, ekki, við erum ekki að sjá mjög há hlutföll í EBITDA-tunni. En 7,7, það er bara svona, bara mjög gott, myndi ég segja. Og eins og ég segi, bara svona í hærralagi í seinni tíð hjá þeim. Stórgóð EBITDA. Nú hagnaður, þau loka árinu í 824 miljón króna hagnaði sem er talsverð aukning frá árinu áður eða 65%. Og þegar svo vel gengur þá hlýtur á mig að greiða út arð. Það ekki? Ég myndi halda það. Lefti hann í bannaði kannski. Og talaði klessur, nú ætla ég að tala bagga. Þeir eru að greiða sér út hérna 5 bagga. 5 baggar? Hvorki meira en minna. Já, það er nú bara hóflegt. 5 baggar eða 500 klessur, þið ráðið eða 500 kísukúlur. Eigum að hafa quiz? Já, spyrjum, hvort fólk finnist að við eigum að kalla 100 milljónir 1 bagga, eða hvað sagði þú, 100 klessur? Ég hef talað klessur, þú hefur verið í kísukúlunum og ég líka svo sem. Já, sko, það er allt, 1, 2, 3 ár, það eru kísukúlur. 100, það er 1 baggi. Já, eða kannski klessa var þá 0,1. Það var eins og 0,1 0,1 baggi. Já. Það ekki? Nei, byrju. Sem er þá 10 milljónir. Það er rauninni 10 baggar. 10 baggar er 1 klessa. Við þurfum að útfæra þetta eitthvað veginn. Sko, ok, ég kom með þetta. Það er kísukúla er 1, klessa er 10, baggi er 100, hjarti er 1000. Þá væri þetta 50 klessur hérna. Allavega 500 milljónir í arð og hérna... Sko, þegar þú segir 500 milljón, það skiluðu engin lengur. Er þetta 500 kísukúlur? Er þetta 50 klessur? Eða 5 baggar? Við þurfum að finna upp eitthvað svona pingju essi... Eða 0,5 hjartar. Ég ætla að skoða, sko, ef við skoðum aðeins arðgreiðslur, bara aftur, 10 ára aftur í tíman. Og þá erum við, sko,
við erum að tala 4 milljarða sko. Á 10 ára tímabili 500 milljónir síðast 100 þar áður 2019 200 sko, svo þetta milljarður 2016 sko. Og þetta náttúrulega bara eitt félag í þessari samsteppu þeirra bræðra sko. Já, þeir eru að hafa verið helviti öflugir. Já, eignarhaldsfélögin þeirra, það er að segja efsta lagið á öllu þeirra eignahaldi fengu sitt hvort 600 milljónar í arð frá hlutdeildafélögum samkvæmt sjóðstreymiseyfirleiti hjá þessum eignarhaldsfélögum hjá þeim sko. Þannig að sko, og þú veist, og þessi hlutdeildafélög í þeirra eigu þá eins og Hof eignarhaldsfélag og fleiri félög sem að, já, við förum betur yfir það eftir. Kannski einhver fasteignafélög þarna, ég skal ekki segja. Förum yfir það í efnahagsreikningnum. Já, sem er eiginlega bara, já, næstur. Eins og ég segja, hagnaður upp á 824, arður 500 milljónir, þetta er bara alveg beautiful. Og við skulum kíkja þá á efnahagsreikningin og við ætlum að hafa hann í boði Payday í dag. Já. Heyrðu, nýja frétti það. Já. 3196 fyrirtæki nota Payday í dag. Eru búin að brjóta rjúa 3000? Yes, maður. Þetta er skrimsli, þetta er skrimsli sem að stækka og stækka. Já, risa helvitis ár í fyrra. Já. Og það er ekkert lát þar á. Nei, og ég held kæru hlustendur, áttu ykkur ekki á því, sko, bara hagræðingin sem að, þú veist, hvað segir maður, bara, hvað er það að gera ykkur gott með að fara yfir í Payday, sko? Tímaspartnaðurinn. Við tala nú ekki þegar kostnaðurinn, þetta er líka ódýrara, heldur en aðra sambærilega lausnir. Og þegar allir eru komnir í Payday og þetta er farið að samþætta með öllu og þú veist, þetta er bara framtíðin. Já, sko, þetta verður bara komið í metaverse eftir 10 ár og við erum bara farnir að bera saman reikninga og tengja okkur og þetta er að taka yfir Facebook. Nei, öllu gamni sleftu, þetta er bara, það er mjög gaman að vinna með svona fyrirtækjum sem er í örum vexti og það er engin ósáttur. Nei. Bara reikningagerð, bókhald, einfalt, þægilegt, flott. Ég er örugglega ánægðast í viðskiptavinur. Já, ég er ánægðari. Ég er bara inn á þessum helgar. Já. Chilla þarna inni. Payday.is. Já, þökkum þið kærlega fyrir. Herðu, efnahagsreikningur. Sko, byrjum þar að fasta fjármunum. Það er lítil stærð, 393 milljónir króna. Já. Og það sem að kemur auðvitað mest á óvart hér er að fasteigna-liðurinn. Hann stendur í 1,7 miljón króna. Já, non-existent bara. Já, þetta er þessi fasteign sem var keypt fyrir 5 milljónum króna, fyrir einhverju síðan. Það er bara einhver bílskúr. Já, sko, stendur á bókfæri verði 1,7 miljón, en við sýnist á öllu að hér sé sumarhús að ræða. Sé sumarbústaður. Hvenær hann er keyptur er ég ekki alveg klára á, en það er náttúrulega búið að afskrifa hann alveg heilan helling, þannig að það má alltaf, það verið keyptur fyrir, 15 pluss árum jáfnvel. Það er nú bara því IKEA veið. Þú veist hvað Skandinavarnir segja? Nei. Hitte, já. Hitte. Ég skal hafa einn hitte. Og það þýðir þá? Það er bara sumarbústaðar. Já, það? Ok. Hitte. Ok. Eru hitte óður? Nú, svo er það áhöld og tæki fyrir 261 miljón. Svo er flutningatæki fyrir 131 og þetta gerir samtals 393 miljónir. En sko, tölum aðeins fasteignir. Allar þessar fasteignir sem að Miklatorg EHF er að leigja, þú veist, aðstöðu í. Það vill svo til að það má rekja þær allar inn í eignasöfn þeirra bræðra hérna að fullu eða hluta til. Sko, þeir eru eigendur á þessum móðufélagi, eignarhaldsfélagin Hof EHF, sem að heldur utanum ýmsa starfsemi, aðalega þó IKEA. Þetta er bara í rauninni allt sem að þetta Hof heldur utanum snertir IKEA á einn eða annan hátt. Og nú er IKEA til húsa hérna í Kauptúni 4 og þetta félag, ég og þeirra bræðra, á þá fasteign. Urriðarkot EHF. Kot, þetta er kot. Þannig að Miklaborg leigir húsnæði af Urriðarkoti. Og nú sé ég ekki betur en að Kauptún 4 sé eina skráða fasteignin í efnahagsreikningi Urriðarkots EHF. Og lang stærstu hluti fastafjármuna í þeirra bókum. Bókfært virði eignarinnar er 2,2 milljarðar og eftirstöðva skulda að fasteigninni stendur í lok rekstrarárs 2021 í tæpum 1,5 milljarði. Og sko, fasteignamatið er 3,8 milljarðar. Svo ef miðið tekið af fasteignamati, þá eiga þeir þokkalegt eigið fé í eigninni, einhver 60%. En það bera svo sem að varast að treysta á fasteignamat í blindni, sko, en þetta er allavega, þú veist, stórfín eiginfjárstaða í þessari eign sem að er bara í þeirra eign á endanum, sko. Nú,
Miklaborg EHF, sem sagt, bara félagi sem heldur utan IKEA, greiddi 501 milljón á árinu fyrir leigu til Urriðakots. Já, varstu ekki að tala um það? 63 milljónir á ári? Nei, sem sagt, það er í rauninni allar þessar leigueiningar sem að þau borguðu þarna 752 fyrir. Af því er 501 milljón sem fer bara í Kauptún 4, IKEA verslunarrými sjálft. Svo er það Kauptún 3 og það er þarna hinum með einvíkvölduna sem Costco og Bónus er og sumleiðis þarna vöru afgreiðslan hjá þeim. Sú bygging er að hluta til í eigu Sýslu EHF sem er einmitt líka í eigu Hofs eignarhaldsfélags og þar að leiðandi í eigu Sigurðar og Jóns. Svo þetta eru sko eins og við rættum líka í Costco þættinum. Costco á einmitt líka eitthvað í þessari byggingu þarna Kauptúnið 3 og það kom þarna fram í seríun okkar Winter of Working Moms eins og réttilega nefnir. En fasteignarfélagið Sýsla EHF er í ásett 7.000 fermetra þarna. Svo þetta eru þarna 2 dótturfélög, Sýsla og Jesús, hvað hét hitt? Dexter? Nei, það er eignarhaldsfélag. Þetta er Sýsla og Urriðakot, Jesús, sem að eiga í rauninni þessar 2 fasteignir. Já, bara halda utan. Þetta er bara fasteignafélag. Hvað erum við að... Svo er meira. Svo er þetta myndalegt. Svo er Urriðaholtsstræti 10-12. Íbúðar undir starfsfólki. Það vil svo til sko að það er að hluta til rekinlegt til þeirra bræðra. En þeir eru hluthafar í Urriðaholti EHF í gegnum fjárfestingafélagi sitt, Viskusteini EHF. Fara þar með 35% hlut á móti 65% hlut Oddfellowa sem er einhvers konar svona reglufélag. Já, ekki það. En ertu ekki Oddfellow? Nei, en mér... Þú safnar bara sónamyndum og... Já. Sko, við sýnist á öllu að það félag, sem sagt Urriðaholt EHF, hafi séð framkvæmdir við verkið á þessu húsnæði og leigið sömulegis helmingin af íbúðunum út á móti helming sem er svo í eigu í rauninni þeirra bræðra. Sem sagt IKEA, sem að leigið svo sínu starfsmönnum. Þessi hluti fasteignar sem er fyrir starfsmenn IKEA er samt í eigu eignarhaldsfélagsins Skips, sem er svo endanlega í eigu þeirra bræðra. Samkvæmt efnahagsreikningnum þeirra 2021, þá seldu þeir fasteignina undir loka árs 2021 á rúman 1,2 miljard. Það voru íbúðunar? Já, þannig að, þú veist... Hvað var þetta margar íbúður, segirðu? Sko, ég held að húsnæðið hafi verið 34 íbúður og þeir hafi átt helming með skilstað. Þannig að, sko, flestar af þessum byggingum sem IKEA er að borga leigu til er á endanum hægt að rekja að fullu eða hluta til þeirra bræðra, sko. Já. Og ég er bara komst ekki dýpra en þetta, þú veist, þetta eru svo mikið af félögum í kringum þetta og þetta er bara fléttur, þú veist, þetta er... Aftur í IKEA, kallið minn? Já. Nei, þetta er bara stórkostlegt, ég elski að dyrka svona dæmi, sko. Já, þetta er 41 miljón að meðaltali. Þetta er 1,4, 34. Já. Sem bara drullu gott verð sem að... Já. En svo eru, skulum fjúka úr fastafjármununum sem að eru vissulega eiginlega... Það er enga fasteignir á Miklatorg EHF svo það komist til skila. Þetta er allt í þessum systra félögum með svo orðið komast sem er undir Hof eignarhaldsfélagi. Veltufjármunir, þeir hljóða upp á 2,6 milljarða. Þar eru vörubyrðir tæpur 1,1 milljarður og veist, velturhraði byrða. Maður er eiginlega bara svona hálfsmeykur að rýna í velturhraðan eftir að Stefán Einar veitti okkur aðhald hérna í föstudagsskafinu. Sjampó sé niður. Lét okkur heyra. Hann var hann fullur þegar hann sagði það. Við skulum ekki taka mark á því. Í byrjun þáttar. Já, hann var mjög fullur. En velturhraðin stendur í 6,5. Sem þýðir að við erum að velta lagarnum 6,5 sinnum á ári. Talsvert hægari enn hjá Costco, hann var í 11,6. Já, þeir voru alveg sem er bara í hverju mánuði bara skipt út lagarnum. Sem meikar svo sem senst í að þú ert þarna með húsgögn versus klálega. Matvöru og fleira. Já, það er svona, þú veist, þetta er náttúrulega bæði retail. Það eru smærri vörur sennilega í Costco. Þú segir smærri, sorry, ég var að muna eitt. Ég hlustaði nefnilega á IKEA podcast. Eða podcast IKEA ger. Fuck, ég var búin að gleyma þessu. Þeir eru að lönsa núna 50 microstores. Byrjuði fyrra að þeir eru að fara að setja minni IKEA-verslanir inn í bæi. Þetta byrjar í London og fleiri ríkjum í Evrópu. Sorry, glemt að koma þess að. Það er skemmtilegt. Þú veist, þetta er skemmtilegt út af því að það sem við þekkjum af þessu er að það eru sér klumpar 20.000 fermetrar svona alltaf í outskirts. Núna er komin einhver strategi að færa sér nær vöruhús, skilur. Þetta er þannig svona yfirbráður yfir sig.
Áhugavert, við fylgjumst með því. Kannski fáum að sjá svoleiðis á Íslandi. Já, það aldrei að vita. En biðtími byrða, ef við færum yfir í biðtíman, þá er þetta 56 dagar sem að tekur að endurnýja lagerinn. Og ég held að þetta sé bara, þú veist, að nokkuð eðlilegt að þeir séu með hægari velturhraða heldur en Costco. Já. Þetta bara eflaust ágætis velturhraði. Ég ætla kannski bara að leyfa Stefán að dæma það þegar hann kemur hérna aftur. Já, ef hann verður allsgáður, þá var hann búinn, hvenær sem en svona drikkjulæti, þau verða ekki liðin aftur. Takk, þú veist, segðu að þú sett að grínast bara svo að lendi ekki vandræðum. Já, ég er að tjóka. Það var vissulega vín haft við hönd, það var ekki einn feluleikur í þættinum sjálfum. Nei. En herðu, handbært fé, það stendur í 1 milljarði, svo eru viðskiptakröfur 506 milljónir og aðra skammtímakröfur, bara litlar 2,7 milljónir, samtals 2,6 milljarðar. Herru, þá það skuldir, það verður mjög stutt í dag. Þau skulda sjáðu til ekki neitt. Nil. Ekki til langstíma. Nil, þá segir við nil. Skulda nil og mér sýnist á öllu að una í bankunum sjá enga leið til að gíra þau. Það er hérna vissulega einhver skeitin tekjuskattskuldbinding fyrir 52 milljónir sem að við nennum ekkert að spá í. Nei. Ég tek það nú ekki með inn í myndina. En það eru hérna einhverja skammtíma skuldir eins og gengur og gerist, samtals 1,6 milljarður rúmur og það er að stærstu hluta bara gamla góðu viðskiptaskuldirnar og aðrar skammtíma skuldir. En við skulum kíkja á veltufjár hlutfallið. Þau unna vel við þarna IKEA með tæplega 1,6 í veltufjár hlutfall sem að er bara stór fínt og lausafjár hlutfall 0,93, svona aðeins undir ástnum þarna í lausafjár hlutfallinu sem að við fyrirgefum nú alveg. Þetta er náttúrulega bara, þetta er annars bara briljant lausafjárstaða og hefur verið að batna síðustu ár þrátt fyrir þessar ríkulegu arðgreiðslur sem að ég nefndi hérna í byrjun. Herðu, ég kalla þær hóflegar. Já, 4 milljarðar síðustu 10 ári, ég minna, þeir geta þetta. Það er bara, það er nokkuð ljóst, þá af hverju ekki að gera það. Herðu, hlutafé, eigið fé, aðeins í það, hlutafé 20 milljónir, lögbundi varasjóður 5 milljónir. Og svo er það skrimslið á efnahagsreikningnum. Það er óráðstafað eigið fé. Tæpur 1,3 milljarður þrátt fyrir þessar biluðu arðgreiðslur. Það var nóg svigrúm til að gefa meira í. En þetta eru hógværi menn, eins og segir. Þetta er bara hógværi. Þannig að, þeir eru bara framleiða peninga þarna, sko. Við í Seðlabankunum í Kópavogi, við hefum ekki roðið í þetta. Nei, ekki sem stendur allavega. Eitt áhugaverðasta viðskiptaveldi sem að vissi ekki aðfeldi. Já, klálega. En svona, þú veist, til að draga þetta saman, ég hefði eiginlega bara viljað gera þátt þessa bræður, sko. Já, bara saga þeirra. Já, bara spurningum að vera með þátt þar sem við krifjum bara auðfólk þessa lands. Já, ég veit ekki. Ég veit ekki. Það er allan að, ég hefði getað leið lengur yfir þessu, en ég er svona reynd að koma því til skila sem skipti máli tengt IKEA. En þessir menn er allavega auðmenna guðsnáð og þeir eru með netin úti víða og bara kunna að prenta peninga. Þetta er hinn eiginlega peningabrentuvél í sinni orðsins fyllstu. Já, og þú veist þessi IKEA-verslunin sjálf er náttúrulega bara hluti af þessu veldi þeirra. Þetta eru auðvitað bara hugsjónamenn sem hlæja í dag og hafa gert anskoti lengi held ég. Og þetta er bara alveg drullu solid rekstur sem ég bara sé ekki hvernig þetta á að geta klikkað með að við líka bara þessi hugmyndafræði á bakvið þetta allt og þetta er allt útpælt sko. Þú veist þessi sálfræði og þetta já, þetta er náttúrulega sturlað sko. Ég bara sé ekki hvernig þetta á að geta dottið þú veist dottið úr tísku segir maður. Nei, en svo er þetta líka bara þetta er bara þetta er ódýrar en annar kostur. Það hugsar enginn illa til IKEA nema þegar hann er komin heim og er að setja þetta saman. Já. Djöfull sem ég bölva, ég fæ í bakið og kann ekki neitt og veit ekki neitt. Sósíaldemókratarnir í Svíþjóð hugsaður líka eins og illa til IKEA sko. Nei. Þó að, þú veist, þó þeir séu ekki eins og með skattheimilið þar sko. Talandi það kom í COVID, það var til heimasíða sem er svona, hvað heitir þetta? Þú veist, svona verktaka, þú gast fengið iðnaðarmann eða hjálpara bara á no time. Ég man ekki. Nei, ég man ekki, ég hefði ekki átt að hendi svo lofti. Tegur þetta kannski í næsta fastakaffi. Allavega, sko, þetta síðan þú getur postað, heyrðu, þarf hjálp með flutning, þarf hjálp með flytja út þetta borð. Já. Og ég held að það hafi verið komið upp í það 60% af öllum beiðnum þarf hjálp með að setja saman IKEA. Já. Þeir eru alltaf að bjóða upp á það. Það er ekki dýrt held ég sko.
Nei, Við vorum að ræða þetta hérna þegar við vorum að innrétta skrifstofuna. Já, þetta er alveg óþolandi. 4 skall að setja upp eitthvað. Já, og ég mæli með því að bara, bara borgið bara aðeins meira og nema þið hafi gaman að þessu. Þegar ég var að setja upp heimaskrifstofuna mína, sko, þá ég held ég að ég eitti allt of löngu tíma í að skrúa þetta allt saman, sko. Já, því að þetta er ekki okkar hvítflipan að stunda, sko. Ég segi það. Herru, þessi samantekt var í boði ISNIC og við erum eiginlega konum með nýjan lausn fyrir hlustendur. Já. Það er hugmynda afmælisgjöf í boði ISNIC. Já, þannig er mál með vexti að ég fór aðeins á stúfana og ég er nú stoltur eigandi Yngvi.is sem er ekki í loftinu af þessu og fyrir að velta fyrir mér, ég er náttúrulega að fara að nafnbreyta eftir 8 ár, 7 ár núna og þá verð ég Uppsölun Yngvi. Já, alveg rétt, sophisticated Yngvi. Já, sophisticated, það er sophisticated Yngvi og kemst að því að það er í eigu annars manns sem að heitir Uppsölun Yngvi, senda honum bara skilaboð ert þú réttmætur eigandi og hann hlæra mér, hann fekk þetta í afmælisgjöf. Þetta er einhver besta afmælisgjöf sem ég hef heyrt af. Fór ég að ISNICa, kallar maður það ekki það? ISNICa, bara search-sæðin á ISNIC, hérna nafn allra vina minna. Er eitthvað laust? Já, svona helmingur myndi ég segja, af svona mínur nánustu vinum. Það var svona helmingur laus af þeim nöfnum. Þannig að við hvetjum alla sem eru að brilljant afmælisgjöf. Fara að gefa góða afmælisgjöf, gefi vin ykkar nafnið, .is. Já, bara 100%. Eða skamstafina eða eitthvað. Þetta er allt skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Við þökkum ISNIC kærlega fyrir samstarfið. Þar getur þú fundið öll lén, .is lén og ekki orðum það meir. Nei. Ekki bili. Bara þökkum þið kærlega fyrir. Nú, þetta er svona, ég er tæmdur í dag. Varst þú með eitthvað? Að lokum? Nei. Eitthvað samanburð eða eitthvað svona? Sko, ég var með tvennt. Þetta sem að ég ætlaði að koma inn á. Já, ég var eiginlega til að vita, ég sendi þetta á þig, ég veit nú ekki, ég fann, það var torfundið sko, hérna með EBITDA hlutfall, hvernig þetta væri á milli landa. Það er bara... Ég myndi halda 7,7% væri nokkuð hátt á... Það er enginlega að vita því að þeir sjálfir eiga svo mikið að selja honum og gefa það ekki upp. Já, það var það sem að... Svo er alveg grúppur sem eiga restina. Þú veist, Mið-Amerika er bara einn hópur með 20 leyfi og þeir eru í nokkuð uník stöðu hérna heima að halda á þessum 2 leyfum, sko, myndi ég segja. Það sem ég ætlaði að segja, það var þarna sagan með bara hvað business þú getur búið til í kringum IKEA, þetta er svo stórt. Þetta er stærsta mötunit á Íslandi. Er bara umtalað, tekur heldur 600 manns í sæti og bara þétt seti í háti og kvöldinu all daga. Þetta þarna setja saman síða, þá bara um business að geta sett saman annað sem kom í COVID sem hétt IKEA Hacking og influencerar voru að setja upp sölusíður þar sem að, þú veist, þú ert með þessar stöðlugu vörur eins og bara þessi hilla hérna eða eitthvað svo ertu með hanga og þau voru að framleiða hanga úr gulli eða ljónum sem að compared úr við IKEA en IKEA er ekki að selja einhverja ljónahanga eða the world is yours eða eitthvað svona þannig að það voru komin upp heilu síðurnar að fólki að selja hluti sem þú gast skrúað á IKEA sem var kannski svona aðeins meira röff eða töff extensions og ég held að það ekki dæmi að það var einhver influencer og bara náði 200 milljón krónar veltu á einu ári bara byrjaði að framleiða í Kína og eina sem hún passaði sig að hún var með skrúgang sem gekk inn í allt IKEA. Hvað er gott maður. Já, þannig að þú veist... Þetta er svo stórt hagkerfi, sko. Já, bara eins og þarna, 13 miljardar velta. Þetta er í hug, heyrðu, hvernig getur bætt billihilluna? Þannig eitthvað þannig að 10.000 Íslendingar kaupið það. Þú ert kannski bara með 100 milljón krónar business. Já, þú veist, við þurfum eiginlega að reikna bara hérna per Íslending. Segjum bara sem svo að Íslendingar, hvað er við? Var ekki verið að taka 15.000 á okkur daginn? Segjum 360.000? Hvað var verið að taka á okkur núna? Að við erum eitthvað 10.000 færri en við heldum eða eitthvað, ég manna ekki. Nú, var þannig. Þetta er, ef við setjum 360.000 á hvert mannsbarn á Íslandi, var það 38.000 krónur á hvert mannsbarn á Íslandi. Já, sem er bara örugglega ekkert ósennilegt tala. Það fara allir sig í þekki IKEA. Já, ég held að, ég á í fyrra bara allavega 100.000. Já, miklu meira þess ári. Það? Já, það stefnir allt í það. Það stefnir allt í það. Sko, ef þetta var bíllinn þinn hérna fyrir utan, þú ert að fara að kaupa svona 20 ramma fyrir allar svona sónamyndir sem ég sá, sko. Ég held að við förum að láta þessu bara lokka undir bíli. Yngvi er komin hitti í menn þetta. Við þökkum kærlega fyrir kæru hlustendur og við verðum aftur með ykkur hvað á föstudaginn, ekki?
Jú, Föstudagskaffið? það gæti verið að við gömblum aðeins með þann Já, það verður mætið til okkar Daði Laxdal, svæðistjóri Evrópumarkaðar hjá GAN Limited sem er veðmála fyrirtæki bandarískt. Já. Og ætlum að fara yfir geirann. Það verður spennandi. Akkurat. Herðu bara í frábæra viku. Já. Ciao.